Jæja, komið bless og sæl og velkomin með okkur á IA TV í samstarfi við Omnis á Akranesi á leik IA og KRB í annarri deild karla í körfuknattleik. Framundan, já, spennandi leikur. Káringar með stjörnum prýtt lið, eða allavega prýtt fyrrum stjörnum í verstafalli. Þeir eru búin að vinna 2, tapa 2, áhugavert að þeir hafa unnið heimaleikina sína en tapað báðum útileikjunum hingað til. Vonum að það haldi áfram í dag. Kannski við notum tækifærið 2 mínútur í leik að renna yfir liðin og byrjum á heimamönnum. Þar er númer 0 Hjalti Þorleifsson, númer 1 Gabriel Guðnason, númer 5 Jón K. Traustason, númer 7 Chas Franklin, númer 8 Valdimar Ólafsson, númer 10 Arnar Smári Bjarnason, númer 11 Elvar Sigurjónsson, númer 12 Sindri Levi Ingason, númer 16 Þorsteinn Helgason, númer 17 Ragnar Sigurjónsson, númer 19 Gunnar Jóhannesson og númer 34 er Aron Elvar Dagsson. Þjálfari Jón Þór Þórðarsson, aðstoðarþjálfari Chas Franklin. KR liðið er skipað þannig að númer 5 er engin annar en Finnur Magnússon, númer 6 Skarphéðinn Ingason, númer 10 Jóhannes Árnason, númer 11 Pálmi Sigurgeirsson, númer 12 Ólafur Már Ægisson, númer 14 Ellert Arnarsson og númer 15 Guðmundur Magnússon. Þjálfari þeirra er Jóhannes Árnason og þeir mæta hérna með 7 manna lið og já, flestir komnir aðeins til ára sinna en dómarar í dag eru Einar Þór Skarphéðinsson og Anton Eli Einarsson og byrjunarliðin er að koma hérna inn á. Þar eru Jóhannes þjálfari Káringa, númer 10 númer 12 Ólafur Már Ægisson, númer 15 Guðmundur Magnússon og númer 14 Ellert Arnarsson og síðan Skarphéðinn Ingason númer 6, númer 15 já, Guðmundur Magnússon. Skalið þannig skipað byrjunarliðið. Það er Chas Franklin númer 7, Arnar Smári númer 10, Sindri Levi númer 12, Hjalti númer 0 og Ragnar númer 17. Þetta er að vera klárt. Örn Arnarsson heiti ég, með mér í lýsingu sem svo oft áður í körfuboltanum Hannibal Hauksson. Ingimar Elvar Ágústsson stjórnar þessari útsendingu með harðri hendi og á kamerunni Arnar Artúrsson. Þá er þetta að detta í gang. Okkar 63. útsending á árinu ef ég man rétt og Skagamenn byrja á að sækja. Sindri keyrir inn að körfunni, skora glæsilega 2-0 fyrir Skagan. Tóku uppkastið, þá koma Káringar hratt beint í þristin. Það er þjálfarinn Jóhannes Árnason. Gott ef þetta er ekki bróðir Lárusar Árnasonar, sýndist það á skotstilum. Það er greinlega bráð ættgengt að þeir skora Skagamenn. Skagamenn sem fyrr pressa allan völlinn. Jóhannes fær boltan inn, kemur á Skarphéðinn. Ég man þá tíð þegar Skarphéðinn gat tróðið, þó ekki sé hann sérlega hávaxinn. Hann vann á pottið líka. Já, það er sérstaklega gott að það var ekki gegn, þá var hann nú ekki að spila með KR ef ég man rétt. Það var í úrslitakeppni ef ég man rétt. Skarphéðinn skorar hérna þrist. Tróð yfir, ég man nú bara ekki akkur finnst mér eins og að þetta hafi verið Hamarslið annarkvort í öðru hvoru liðinu. Ég er ekki frá því. Annarkvort liðið hafi verið Hamar og hann, gott ef var ekki bara á móti KR og hann að spila með Hamri. Ég er bara að verða viðkynni, ég man það ekki nákvæmlega en aðra eins tróðslu höfum að sjaldan séð á Íslandi. Hér keyrir Ragnarinn að körfunni, hittir ekki. Það voru þarna 3 á 1 en þá voru Káringar 2 á körfuna og Jóhannes leggur hann núni. En Hannibal, velkominn til leiks. Takk fyrir það. Þetta er svona nokkuð áhugaverð rimma sem það er hérna framöndan. Já, ég saman því. Þetta er með stærri nöfnum sem hafa spilað hérna síðustu árin.
Óli klikar á þrist og Hjalti með frákastiði. Já. Óli hefur sett á nokkra í gegnum tíðina. Ragnar í þristinn líka, beint og hann í glæsilegt þryggjastega karfa í honum, mikið skora hérna strax í byrjun. Já. Og KR freista þess að sprengja pressuna með löngum bolta sem endar bara utanvallar. Þá kemur Hjalti upp með boltan fyrir Skagan. En hér stoppar Einar leikinn. Hvað það var, hvort það er skotklukkan sem að var ekki rétt. Nei, við kíkjum yfir ytraborðið sem er líklegast þessi Jónsdór sem er að klikka. Já. Já, það sloknaði á skotklukkunni. Sjáu þið hérna á endursýningu, hún fór ekki á stað fyrir en að Hjalti dreiflaði við miðju. Og þá fer þetta í gang og Sindri í horninu út á Ragnar, Tjas, Franklin og út í hornið á Sindra, hann upp í þristinn, hittir ekki, Arnar í baráttunni frákastið, Hjalti enda með hann, hittir ekki, færir aftur frákastið út á Arnar og Arnar setur hann í spjaldið niður. Vel gert. Það er gaman að geta þess að bæði þessi lið eru komin áfram í 16 lög úrslit í bikarkeppninni. Það er ekki oft sem að það eru mörg annað lið þar. Nei. Guðmundur á myndi Sindra, þetta er ójafnt. Já, þetta er ójafnt og Sindri brýtur á honum. Fyrsta villa leiksins held ég, eftir tæpar 3 mínútur. Já, prúðmannlega leikið, sóknarleikurinn fær að vera hérna í fyrirrúmi. Guðmundur fer á línuna, Guðmundur af mikilli körfubolta fjölskyldu náttúrulega. Heitir ekki. Seinna vítið ratar rétta leið frá hans sjónarhorni allavega, staðan 9-9. Það er 3 mínútur liðna, löng sending hérna fram á Ragnar, þetta er frábælega gert en Ragnar óheppinn. Boltinn skoppar af hringnum, þá koma KR-ingar, Jóhannes, hann á Eller, Tjas, Franklin stelur boltanum en sendingin á svo löng og Skarphéðinn Ingarsson nær honum, kemur hann á Eller, hann yfir á Ólaf sem að missir af boltanum og út af, maður myndi halda í svona leik að þá myndi nú svona aldurinn eða og hérna já, sérstaklega aldurinn kannski hafa áhrif á ef að Skagamenn pressa völlin, keyra mikið upp hraðan. Algjörlega, og talandi um aldurinn þá er Aron komin inn á hérna í sinni fyrsta meistaraflokksleik. Já, bjóðum hann velkominn. Arnar gerir þetta frábælega, gríðarlega efnilegu strákur hérna á ferðinni. Aron fættur 2004, hann er Tjas við það að stila boltanum. Eller keyrir inn að körunni fram hjá Aroni, skorar. Jóhannes við að stela þessari sendingu, hafði það ekki afsamt. Aron einn af þessum strákum sem við erum að bíða eftir. akkurat. Hjalti í þristinn, aðeins og langur Tjas Franklin með frákastið og leggur hann onni óáreittur. Býtum við, hér fær Gabriel högg frá Jóhannesi. Óvilja verk er ég nokkuð vissum. En virkilega vel klárað hjá Arnari þarna áðan. Já, Jóhannes er að reyna að búa sér til pláss þarna. Ég sveiflaði hægri hendinni full frjálslega. Þannig að Gabriel fann fyrir því. Valdimar kominn inn á hérna, númer 8 í Skagalið. Káringar ennþá með óbreytt lið frá byrjun. Ellert á Skarphéðinn inn á Guðmund og þá kemur Ólafur með virkilega fallegt skot. Það er nefnilega málið með gott körfuboltaskot, góða stróku, hún hverfur ekkert endilega með árunum. Nei, og Ólið er með hana mjög góða. Og Hjalti í þristinn hittir ekki, Guðmundur tekur frákastið.
Þá keyra káringar upp. Þeir ætla ekkert að reyna að hægja leikinn allt of mikið niður svona í byrjun. Guðmundur fær hann hérna á Auðun Sjó og skorar auðvitað. Þá er tvöföld skipting. Nei, það er ekki leið skipting eftir skoraða körfu. Hjalti kemur upp með boltan, keyrir inn í teginn. Guðmundur til varnar, nær að trufla nóg. Skarpiðinn á Guðmund Magnússon sem kemur upp með boltan. Jóhannes, hann í þristinn, þessi langur og Hjalti einn í frákastinu. 16-13. Hjalti keyrir inn, Skarpiðinn til varnar, bæir honum út fyrir aftur en þá fer hann bara í þristinn. Allt og stuttur, Valdimar við hann á frákastinu. Skagamenn eiga þetta innkast. Þetta er engin sókn sem að Skaginn er að spila núna, þetta er bara drippla frá eigin körfu og fara í 3 stiga skot. Já, þá koma Pálmi og Finnur inn á fyrir Jóhannes og Guðmund. Áhugavert að sjá Finn hérna í þessu B-liði KR. Já. Sérstaklega sem að í ljósa þess að hann var að spila bara í... Góða sending og Hjalta sem að klárar hérna öfugt, virkilega vel gert. Það sem Finn, hann var að spila með í dómarasteildinni með KR á móti Haukum bara núna á föstudaginn eða fimmtudaginn eða hvernig. Pálmi í þristinn. Pálmi uppalinn Bliki á sjálfsögðu. Spilaði einnig lengi hjá Snæfelli. Ellert á Pálma. Pálmi fer á stað á vinstri. Klárar og fær villaauki á Hjalta, sýndist mér. Vel gert hjá honum. Eikur munin aftur í 3 stig. Það er Valdimar að fengja svo öllu. Já, það er Valdimar, já. Pálmi öruggur á vítalínni. Kári einhvern 4 stigum yfir. 19-15 Arnar á Hjalta, Hjalti bara í snöggan þrist og það er honi. Finnur var ekkert að fara ólangt út í hann þarna. Nei. Þá kemur boltinn hérna fram á Finn. Pálmi aftur inn á Finn. Finnur hóta skotinu, setur hann aftur út á Pálma. Slök sending eins og þar sem Ólafur nær ekki til. Dag Aron skorar sín fyrstu stig í meistaraflokki hér. Vel gert hjá honum. Karl faðir hans situr hérna í stúkunni fyrir framann okkur að ærast úr gleði. Frábær hreyfing hjá Skarpiðinni en góð vörn í Arnari. Já, nær að slá boltan á höndunum á honum hérna. Þá koma Ragnar og Sindri aftur inn á fyrir Valdimar og Aron. Skagamenn komnir yfir, einu stigi og Finnur hérna. Skagamenn eiga ekki menn til þess að stoppa þessa ruma sem við tala ekki ef reynslan fer saman við líka. Akkurat. Guðmundur Magnússon kominn aftur inn á fyrir Skarpiðinn Ingason. Pálmi út á Guðmund sem fer í þristinn. Hittir ekki. Mikil barátta frákastið en Sindri enda með hann. Sindri á Arnar. Arnar aftur á Sindra. Fín vörn hjá Guðmundi. Ellert kemur með hann upp. Reynir sendingu inn á Pálma en Arnar sér við því. Finnur hótar þristinum, leggur á stað. Þeir sjáum að Skagamenn skipta mikið á skrínum. Pálmi reynir sendingun yfir á Ellert en Hjalti við það ná inn í hana. Steig hins vegar út af. Ellert. Finnur yfir á Pálma, hann í þristinn, beint og hann í. Arnar, Tjás. Hlaupaður eitthvað kerfi, hérna Ragnar yfir á Hjalta. Hjalti er óhræddur við að skjóta og setur það. Hann er búinn að finna fjölina sína. Finnur
Pálmi undir körfunni, Arnar til varnar, Pálmi með flotta hreyfingu, kemur hún síðan á Guðmund sem að sækir villu á Ragnar. Já, það er ekki fyrsta villan á Ragnar. Jú. Þá er tvöföldskipting, Ólafur og Ellert fara út af og Jóhannes og Skarpíðin kom inn á. Á þessi leik með KR hafa nú tekið nokkur vítaskotum æfina, ímyndaði mér. En seinna vitið geigar hjá Guðmundi, Chas Franklin. Einhver crossover upp í tveggja skot, hittir ekki. Kemur Jóhannes, hann á Guðmund, Finnur að reyna að ná sér í stöðu, hann undir körfunni, Pálmi fær hann út í horninu, tekur skotið, Finnur með frákastið, kemur hann ekki niður en fær annan séns. Það er erfitt að eiga við hann. Vantar ennþá Jón Frímannsson í skagaliðið, Sindri Levi hérna undir körfunni, óheppinn, algjörlega á auðum sjó. Pálmi, KR-ingar 4 stigum yfir, það er réttur mínúta eftir að fyrsta leikluta. Skarpíðin, Jóhannes inn á Guðmund, Chas til varnar, Guðmundur hættir við, sendur hann út á Jóhannes aftur sem fer í þristinn langt framhjá en Þetta stóðst? Já, það er alveg spurning sko, hann snert ekki hringinn þannig að hann mun eflaust halda því fram allavega að þetta hefði verið sending en KR-ingar komnir 6 stigum yfir. Chas keyrir inn að körfunni, leggur hann með vinstri, vel gert í honum. Já, það er ekki alveg að ná upp réttum takti í pressunni. Það er svona fullt döft yfir okkar mönnum. Jóhannes, hann á Guðmund sem hann er búinn að vera svolítið stund í teiknum. Já, stóli boltanum, Chas kemur á ferðinni, hann er með Hjalta og Sindra með sér. Sindri klárar virkilega vel. Skarpíðin gerði hvað hann gat. Hann hafði ekki erindi sem erfiði. Hann róa KR-ingar dagins niður. Pálmi út í horni á Guðmund sem að feikar skotið, fer síðan upp í tvistinn og skorar. Arnar nær ekki að sleppa boltanum nógu snemma, 31-27 eftir fyrsta leikluta. Nó skorað. Það er hellingur skorað, það er eitt af því sem við erum búin að venjast og hérna í vetur hjá skagaliðinu að það vantar ekkert upp á stigaskorið. Nei. En vonum að sjálfsögðu að hérna það munir nú draga af og það er svona ég held að svona rökhugsunin segir manni það munir nú draga af KR-ingum svona líður á leikinn. Já, ég finnst þeir samt svona aðeins hafa náða að stjórna svona tempóin í leiknum og skagamenn þurfa aðeins að rífa sig upp og vera aðeins þessari og gera svolítið meira á það. Já, en KR-ingar hafa alveg vilja sækja hratt og þegar þeir hafa einmitt sprengt komist fram hjá pressunni þá hafa þeir bara ráðist á körfuna. Það hafa verið að hitta sæmilega en stigaskor. Hjá skagamönnum með Hjalti stigaðistu með 8 stig og Chas með 6, svo eru Arnar Smári og Sindri með 4, Ragnar 3 og Aron 2. Hjá KR-ingum með Pálmi ég held ég að rugla hérna aðeins Pálma og Guðmundi. Já. Þannig að Skarpíðin og Jóhannes er allavega konum með sig ykkur 5 stigin og ég held að ég gefi Pálma hérna ykkur 4 stig frá Guðmundi. Já, Pálmi er búinn að setja 1 þrist og svo skoraði hann og fekk víti að auki sem hann setti niður. Hann er með 6 stig sennilega. En þá er annar leiklutin byrjaður. Byrjunar Elvar Sigurjónsson kominn inn á nummer 11 hjá Skaganum. Skarpíðin keyrir inn að körfunni, dæmt villa, löngu fyrir skot. Löngu fyrir skot. Sá nú ekki hver fekk villuna. Það sýndist Chas á villuna. Já. Já, Guðmundur kemst í færið, nær frákastinn aftur og fær villu dæmda á númer 7, Chas aftur.
Guðmundur fær vítaskot og setur fyrra víti niður. 5 stiga munur. Og setna líka og einhver munn í 6 stig. Tjás kemur upp með boltan, fær hindurinn frá Elvari, missir síðan boltan frá sér. Guðmundur á Pálma, KR-ingar 3-3 hérna, Finnur upp í þristinn, hittir ekki. Elvar með frákastið, kemur honum strax á Sindra sem að fer á stað. Hann vill helst ekki stoppa þegar hann fer á stað. Skarphéðinn er hérna fremstur, Ragnar missir á honum og Skarphéðinn skorar. Það 35-27, Skagamenn þurfa aðeins að rífa sig í gang. Elvar fer út af fyrir Hjalta. Áhugavert að skráður þjálfari liðsins sé að stýra skotklukkunni. Það er ekki... Já, forföll á síðustu stundu. Já, það er ímyndilegt sem þarf að rífa í. Guðmundur nær sér í stöðundu körfunni og skorar, kemur KR-ingum 10 stigum yfir. Löng sending á Ragnar og Sindri fylgir eftir, skorar. Nú þurfum við að vera klárir í pressuna. Já, þetta ekki gera þeim þetta ofurðar. Já, en þeir ná að leysa þetta lista vel. Finnur, Sindri dettur niður á hann og Finnur heldur boltanum með sig að Skarphéðinn út á Jóhannes. Hann út á Guðmund sem fer í þristinn, hann er á stuttur, Sindri með frákastið. Tjás með langan bolt á Arnar sem að klárar í fyrsta. Þetta var virkilega vel gert. Þetta er vera 4 stig. Ég segi það. Nú kemur Pálmi, sækir inn að körfunni, nær ekki að skora. Finnur nær frákastinu, hins vegar 6 stiga munur. Pálmi ekki í hornið á Guðmund. Finnur keyrir hérna inn að körfunni, einhver hluta vegna liggur Arnar í gólfinu og þá gellur flautan. Það var skotklukkan sennilega, eða hvað? Nei, ég sá ekki alveg hvað það var. 39-31. Já, þetta var nokkur frjálslegt skrín sem að Finnur setti í bakið á Arnari þarna. Það er sem útskýri af hverju hann lá þarna og vill þetta einn síðan á Pálma fyrir hindrun. Já, dómararnir mista þessu. Ég held þetta sé fyrsta villan á KR-inga. Mér finnst það að vera allavega. Gæti það glemt einhverju. Komaði Ragnar inn að Tjás, Pálmi til varnar. Tjás með skrítna sendingu, Ragnar nær honum. 4 sekundur á skotklukkunni, hann verður að fara í skotið, gerir það, hittir ekki, Finnur með frákastið. Pálmi dælir honum hérna út, Skarphéðinn í þristinn, hittir ekki. Jóhannes nær að hafa betur í baráttunum frákastið. Pálmi út á Finn sem fer í þristinn, hittir ekki, Tjás með frákastið. Kemur hann á Sindra, Sindri fer í stökkskotið, hittir ekki, Arnar fylgir með og nær frákastinu. Hjalti með fína sendingu á Sindra, nær ekki að klára færið. Aðdragandinn alveg spot on, en afgreiðslan ekki. Fín vörn hjá Ragnari þarna, náði að stoppa Pálma en Skarphéðinn tók frákastið og einhver munin aftur í 10 stig. Arnar fer í þristinn, þess er ekki í. Jóhannes með frákastið. Engin undir, þetta er eins og gerist í síðasta leik, að taka skot til engin undir til að taka frákast. Já. Það er aldrei gott. Skarphéðinn yfir á Pálma. Ragnar náða að trufla þetta. Þá er tvöföldskipting hjá KR-ingum. Pálmi og Jóhannes, og Finnur. Jóhannes fara að velli. Og Sindri fyrir út af hugja og inn ekki með Valdimar. Já, og Ólafur og Ellert koma inn á fyrir KR.
og maður gerir að láta boltan ganga meira. Ragnar með langan þrist, hann af. Það hefur á köflum vantað hjá liðinu að láta boltan rúlla eins og Káringar gerir hér. Guðmundur á Ólaf, hann inn á Finn, aftur út á Ólaf, hann í opinn þrist, hittir ekki. Guðmundur hefur betur í frákastinu. Ólafur í þristin aftur, hittir ekki. Mikil barátta Guðmundur, þeir ráða ekkert við hann undir. Stelboltanum. Já, Ólafur stelur honum af Arnari. Þá Guðmundur langfyrstur fram og setur hann niður og munurinn orðinn 12 stig. Nú það sóknarleikurinn sem svolítið að bregðast hjá Skagamönnum. Aron að koma aftur inn á fyrir Ragnar. Hjalti fær hann úr innkastinu, Arnar, Aron, Valdimar inn á Chas bakkar, Ellert inn, tekur síðan hérna, það sem við myndum kalla fráfallsskot. Ellert keyrir inn, setur hann út í hornið á Ólaf sem hann tekur enn eitt þristinn og þessi niður. Og munurinn skyndilega 15 stig, 46-31. Skagamenn að fá allt og mikið af stigum á sig. Einaferðin enn. Chas með slaka sendingu, ætla Valdimar. Skarpið inn bakkar, inn unga, Aron inn. Boltinn út fyrir, það 8 sekúndur á skotklukkunni. Skarpið inn, hann leggur af stað en truflar hérna Valdimar. Chas nær boltanum fram á Arnar og Arnar aleinn á körfuna og setur hann onni eins og lög gera ráð fyrir. Finnur. Þetta auðvelt, já. Já, allt of auðvelt. Guðmundur fær villu dæmda á Hjalta og fer á vítalínuna. Tekur það 2 skott og þá leikhlé tekið hjá Káringum. Hvíldarleikhlé eflaust. 13 stiga munur, 46-33 og kannski tímabært að okkar sérlegi statistíkar komið með það helsta. Já, sko, það sem hefur gerst síðan í hálfleik það að Skagamenn hefur einnig skorað 6 stiga meðan að Káringarnir eru búin að setja 15. Þannig að Hjalti ennþá stigahæstur hjá með 8 stiga ásamt Arnari Smára sem komin upp í 8 líka. En hjá Káringum Guðmundur stigahæstur með 12 stig, auk þess að taka 5 fráköst og eftir honum kemur Skarpiðinn með 9 stig. Pálmi, Ólafur, Finnur 6 og Ellert með 2, þannig að það eru allir Káringar komnir á blað. Og Finnur búinn að taka 4 sóknarfráköst. Já. Finnur með 60 og 6 fráköst á ekki svo rosalega lengur tíma. Nei, það vonandi að Chas nái að tala smá viti í okkar menn. Já, mér finnst vant að smá svona hræsleiki í okkur og bara tala í vörninni og annað, það bara alveg þögn. Já, Káringar eru reyndar mjög lungnir við að færa boltan og þá Gunnar Jóhannesson kominn inn á hjá Skagamönnum í fyrsta sinn í dag, nummer 19. Síðan þarna Chas, Hjalti, Arnar og Aron og Guðmundur fer á vítalínuna. Finnur bróðar hans fyrir undir frákastið. Það vantar bara Helga Má, þá var þetta Það var ekki komin í seinni fyrir henni. Já, það spurning. Þetta skila sér allt saman. Munurinn aftur 15 stig.
Arnar keyrir inn, það nú spurningum villu, en ekki dæmt. Þetta ekki vörð samkvæmt minni bók, sko. Nei. KR-ingar komast fram hjá pressunni, Skarphéðinn færði sig vel fram hérna aftur fyrir öftustu menn hjá Skaganum. Skarphéðinn inn á Ólaf, Gunnar til varnar, Tjas hjálpar, út á Guðmund, 4 sekúndur á skotklukkunni, hann lætur vaða, hittir ekki, Tjas einnig í frákastið. Þú erum að fá körfu hjá Gulum. Tjas keyrir inn, gerir þetta lista vel. Og Aron í fína vörn. Það er aftur skipting. Guðmundur og Finnur fara út af Jóhannes og Pálmi inn á. Rótera vel að þessum 7 mönnum sínum. Og þá kemur líka Sindri Levi inn á fyrir Aron. Aron fær svona nasa sjóna mínútur. Jóhannes úti í hornið á Skarphéðinn. Þeir láta boltan vinna vel. Ellert keyrir inn og leggur hann út hérna á Ólaf sem fer í þristinn, hittir ekki. Tjas slær hann út. Pálmi nær honum síðan. Og Ellert í þristinn. Hittir ekki, Pálmi nær svo að endanum frákastinu og skorar óöpinn hann Hjalti. Hjalti leggur á stað og út á Arnar. Arnar fær hindrun frá Hjalta, tekur stutt skot, Hjalti nær frákastinu og það er fráfallsskot. Það nýjirði sem ég var að semja. Skoraði 13 stiga munur, nú þurfum við að fá stopp. Stopp hjá Skagamönnum væri vel þegið, þeir hafa nýtt sína sóknir gríðarlega vel, KR-ingar. Pálmi í þristinn, allt á stuttur, Sindri með frákastið. Kemur Franklin upp með boltan, hann fer í þristinn, þessi mátti detta, Gunnar með gott sóknarfrákast, aftur út á Tjas. Tjas fer á stað. Þetta er erfitt, finnur Hjalta sem að feikar. Þarna vantaði lítið upp á. Þetta hefði við þurft að sína aftur einhvern tíðan. Hefði hann klárað þetta. Pálmi með glæsilegan snúning og klárað með hægri. Það gekk ekki. Það kemur Tjas, finnur Sindra sem að keyrir inn að körfunni og munaði litlu laga af þarna. Það maður eiga það Sindri Levi að hann er gríðarlega áræðinn að keyra á körfuna þegar hann sér möguleika á því. Skarphéðinn gerir vel en hann á Pálmi var inn á stað. Kemur Ragnar inn á fyrir Sindra. Við þurfum að nota þess að síðustu mínútu vel, það er 13 stiga munur og við erum bara búin að skora 10 stig sem fjórðum. Skorar og fær villaauki á Pálma. Virkilega vel gert hjá Tjas Franklin. Getur minnkað munin í 10 stig. Þetta er fyrstu vítaskotin sem við fáum í þessu leik. Já, sennilega er það rétt hjá þér. Og það er beint ofan í. Það þurfum að fá. En á að koma boltanum inn hérna. Ellert fram á Skarphéðinn. Skarphéðinn út í hornið og Ólaf, hann í þristinn. Beint ofan í. Þetta er erfitt við að eiga maður. Hjalti. Hann fer einn á einn inn á körfuna. Klárar með hægri, hittir ekki. Þá eru KR-ingar á fleygiferð hérna. Ellert alla leið. Ætlar að klára með vinstri, það er einhver tíska núna.
klára með veiku hendinni. Tjas við það að missa boltan út af nær að haldunum. Arnar aftur á Tjas. Tjas fær hindrun. Þetta var skrítið skot og óíþróttamannsleg villa dæmt á Tjas Franklin. Þetta er þriðja villan hans. Þetta er hárrétt, hann er að stöðva hérna hraða sókn. Og þá fá KR-ingar 2 vítaskot og síðan boltan og þeir klára hálfleikinn. 0,6 sekúnda munur á skotklukku og vallaklukku. Og Skarphéðinn geta aukið munin hérna fyrir hálfleik. Já, Skarphéðinn öruggur 15 stiga munur og KR-ingar eiga boltan. Mér finnst að dómararnir gefa þetta ekki neður að fá 14 sekundur. Já, en lendum við í því að það ber ekki saman stöðun á töflunni hjá okkur og hérna í fríflugna búinu. Ólafur í þristinn, beint og hann í gríðarlega vel gert. Þá hafa Skagamenn núna 10 sekundur til þess að aðeins að rétta af sinn hlut. En að fá þessi 58 stig í frábær sending hjá Arnar inn á Ragnar. Og þá er leiktíminn búinn. Staðan 58-42 sennilega. Samkvæmt því sem að leikklukkan segir og við förum eftir því og þá fara menn til búningsherbergja í nokkra mínútur og já, við kannski förum rétt árum við förum í pásu yfir bara stigahæstu menn í hvoru liði. Hjá Skagamenn er Tjas stigahæstu með 11 stig og Hjalti með 10 og Arnar með 9 og hjá KR-ingum með Guðmundur ennþá stigahæstu með 14 stig en Ólafur með sínum þristum er að sækja á með 12 og Skarphéðinn með 11 og aðrir minna. Já, það er kannski áhugjefni fyrir Skagamenn að Tjas Franklin er búinn að ná sér í 3 villur hérna í fyrri hálfleik en við sjáum hvað setur 16 stiga munur í hálfleik. Við komum aftur með seinni hálfleikin eftir örskamma stund.
Jæja, þá er að bresta á með seinni hálfleik hérna á INTV og bíflugnabúinu á Vesturgötu og hann er komin í gang. Skagamenn 16 stigum undir í hálfleik og það eru bara byrjunuliðin sem eru inn á og Skagamenn láta boltan núna ganga ágætlega. Sindri upp í þristinn, hittir ekki og boltinn síðan út fyrir. Þá koma KR-ingar í sókn. Skarpiðinn á Jóhannes sem að hóf stigasöfnun KR-inga. Hann ætlaði að gera það líka í síðar áleik, tókst ekki. Ragnar á Arnar, hann í þristinn, hann er ekki í. Skarpiðinn með frákast. Ellertinn á Guðmund, hann aftur út og Ólafur á Skarpiðinn. Ólafur, það útheimtir ekki mikla orku þessi sóknarleikur, láta bara boltan rúla. Þá koma Skagamenn. Chas Franklin á Hjalta sem að hótaði skotinu og hætti við. Sindri leggur á stað, klárar virkilega snirtilega. Sindri Leví og minkamunin. Þeir ná að brjóta pressuna tiltölulega einar ferðin enn. Ólafur finnur Guðmund til Ragnar til varnar en Guðmundur leggur á stað. Kemur hún síðan út á Ólaf í þristinn og hann er ekki honni, boltinn út fyrir. Chas Franklin á Hjalta, Hjalti hótar skotinu. Kemur síðan inn í Ragnar með stuttan tvist og það er honni. Það er vel spilað. Já, þetta er öllu betra. Skagamenn að byrja síðara hálfleikinn betur en þeir spiluðu það fyrri. Vonum að halda á ræðin. Guðmundur valsar hérna í gegn algjörlega óareittur og skorar auðvitað. Þetta er dýrt. Skarpiðinn, nei fyrirgefiði, Sindri á Ragnar. Ragnar fer í skotið, hittir. Skagamenn að spila svæðisvörn núna, sýnist mér. Chas á Arnar, þetta er allt of erfitt. Menn að þröngva fullmikið. Þá eru KR-ingar. Skarpiðinn, nei, það er sóknarbrot. Fín vörn, já Hjalta. Mjög góð. 12 stiga munur. Chas á Ragnar, Ragnar á stað, beint á Ólaf. Þá kemur langur bolti á Skarpiðinn og hann gerir þetta vel. Neglir í. Það voru Skagamenn alveg steinsóðandi að koma tilbaka. Já. En þetta var þetta er aftur sofanda háttur í Skagaliðinu. Chas, hann ætlar að fara bara alla leið. Fær enga villu. Guðmundur á Ellert og Guðmundur kemur upp með boltan fyrir KR. Jóhannes út á Ellert sem fer í þristinn og hann er niður. Þá eru KR-ingar vaknaðir hérna í seinni hálfleik. Já, og við sofnaðir. Já, það virðist fara saman oftar en ekki. Ragnar með gott frákast út á Hjalta. Hjalti út á Chas Franklin. Chas finnur sér Sindra hérna sem fer upp í þristinn, hann er aðeins og langur og Ólafur tekur frákastið.
Munurinn 17 stig. Skarphéðinn út á Ólaf, hann hætti við, Jóhannes, hann hætti við líka inn á Skarphéðinn aftur. Þá er Ólafur, Jóhannes hefur endalausan tíma til að miða og setur þetta niður. Þetta kallar maður klukkustjórnun maður. Heldur betur. Voru búin að fá fullt af skotfærum, biðu bara eftir í besta. Ragnar á hérna Sindri með flott skot. Hittir ekki og þá koma Káringar sem eru núna 20 stigum yfir. Og leikaði sér bara Ólafur með aðeins og langan þrist. Hjalti 10. frákastur sitt í leiknum með Hjalti. og Arnar alveg undir körfunni, fínt hlaupi á honum. Já, Hjalti þolinmóður að bíða eftir réttu sendingarleiðinni þarna. Við sjáum bara núna hvernig Káringarnir eru að nota boltan til þess að hreyfa sig. Þau þurfi ekki að hreyfa sig, satt sjálfur á með það. Já, nákvæmlega. Jóhannes í þristinn, hittir ekki. Skarphéðinn fer nú frjálslega þarna og tæknivelda dæmd á Arnar. Já, ég er eiginlega svolítið sammála Arnari þarna en... Já, ég sé það sama. Hann stekkur í bakið á honum sko. Já. En Arnar, engu að síður. Menn vita það, menn eigi ekki að bregðast við. Við erum að sjá þetta endursýningu hjá okkur og þetta er klár villa. En þarna kannski en við þurfum að læra það af reynslunni sjálfsagt að sama hvað manni finnst dómaran að þá fær maður bara tæknivillega að maður gerir og alvarlega athugasemdir við það sem leikmaður. En nú þurfa Skagamenn að vera vakandi. Við erum búin að fá á okkur allt of mörg stig úr auðveldum innkastskerfum. Já. Já, nýju reglunar. Þeir meta það sem svo að Skagamenn hafa haft boltan. En við skoruðu Káringar í þessari sókn. Nei, en ef sko boltinn fer af Skarphéðinni út af, eða ekki, þegar hann fer í frákastið. Já. En nú er ég ekki að klára því. Og þeir vilja koma og sjá þetta hjá okkur aftur hérna. Ok. Já. Viltu fá þetta á reynirlega? Já, bara... Áður að tæknilega gerist? Já, þetta er hérna. Klikkar. Fylla. Sér, ok. Já. Þá var það allt saman komið á hreint. Það var engin skoður. Karvaboltinn var í leik þegar að tæknivillan er dæmd og Káringar eiga þar leiðandi bara innkast. Káringar voru með Já, þetta var skemmtileg reikistefna. Þetta er fyrsta skipti í sögu IATV sem þetta gerist og það er bara virkilega, við erum upp með okkur hérna. Og en einn af kostum við þessar viðútsendingar, engu að síður, frábærlega að spila hjá Káringum og þetta er bara, lítur út fyrir að vera mjög einfalt. Já, heldur. Allt saman, hefur menn kunna sitthvað í körfubolta og samanlögð þekking þessara Káringa körfubolta er töluvert mikil og þeir vinna boltan hérna og Skarphéðinn með snirtilega sendingu á Pálmi út á Ólaf. Þeir láta boltan ganga gríðarlega vel. Það er ekkert rosalega hreyfing á liðinu. Nei. En boltinn hreyfist vel. Þetta var erfið sending frá Hjalta og Arnar náði ekki til boltans.
21 stigs munur, KR-ingar halda ennþá áfram að auka muninn. Já, það er hvað, 13-8 í þessum leikenda fyrir KR. Já, þetta Ég held að við höfum farið í 4-0, þannig að það er 13-4 síðan þá. Já. Ólafur á skarpiðinn. Hann látaði bara boltan ganga gríðarlega vel. Pálmi kemur sér niður í hornið, sækir sér inn. Tjás stelur þessari sendingu. Arnar er lagður á stað og hann reynir sendingur hann á Gabriel sem að endaði og reyndar hjá Hjalta sem að koma honum aftur á Arnar. Þannig að þetta verður spilað 3-1 og Finnur vissi ekki hvort það var komið að fara. Já, vel gert hérna. Þetta var óhefni. Já, þetta er áhættan sem þú tekur og kastar þér eftir boltanum þarna og varnar helmingnum. Já, ertu bara kannski að gefa lauflétta stóðsendingu. Arnar, hann fer í stökkskotið, hittir ekki, Skarphéðinn frákast. Ólafur kemur upp með boltan og Pálmi er ein sending út í hornið, hann fær að nópi skot og Finnur nær frákastinu, kemur þessu út á Ellert og síðan er Finnur aftur komið með hann hérna, hann fer í skot á lyklinum og það leggur hann í. Komum 10 stig að Finnur í dag. Já. Tjás leggur á stað, fær villu, nær ekki að setja hann í. Villu að dæmda á Skarphéðinn Ingarsson. Honum er skipt út af því snarasta og koma Jóhannes og Guðmundur inn á. Eins kemur hérna Aron inn fyrir Hjalta. Inn fyrir Hjalta, já. Gaman að sjá Aron er að fá mínútur í hverjum fjórðungi hérna. Sér setur fyrra víti niður. Já, bæði niður. KR-ingar. Já, frábælega gert hjá Arnari en Pálmi nær að bjarga þessu fyrir hot. Með Jóhannes. Pálmi í þristinn. Setur þetta niður. Koma Skagamenn. Fínt hlaup hjá Arnari. Eftir á móti var færið erfitt. Og engin villa. Nei. Pálmi út á Jóhannes. Hann hefur alltaf undan að lýsa því hvernig boltinn gengur. Pálmi fyrir þristinn og villa dæmda Jóhannes, svona Jóns 8 villa eins og hún var kölluð hérna í gamla daga. Já. Góðsagnakenndi dómari Jón Otti, hann dæmdi alltaf villu þegar að menn reyndu að stela hún svona aftan frá, alveg óháðið hvort að það var vill eða ekki, því að hann dæmdi það bara á líkum að í 90% tilvíkja þann er það villa. Finnur nær að slá boltan hendur höndunum á Aroni. Hann gefur samt Aroni sóknarfrákast fyrir þetta. Já, alveg klárt. Hann komið valda boltanum þegar hann slær í hann. Já. Arnar leggur á stað, virkilega lekkert en hann er óheppinn. Pálmi gerir þetta vel, hittir ekki. Og Pálmin er að stela boltanum. Koma KR-ingar hérna, Pálmi út í horninu, inn á Finn sem fer í langan tvist. Hann er með þetta skot. Kjærs fyrir í að fæ pikkið frá Arni út í hornið. Gabriel er ofinn að það.
Finnur með enn eitt frákvæmdasett í leiknum. Ólafur í fristinn sinn og þetta beint ofan í. Komin í 15 stig hann Ólafur en hröðu sóknir skafin en hann setur ekki ofan í hann Arnar og Ólafur kemur upp um boltan. Þetta allt auðvelt, Jóhannes leggur hann ofan í miðskoti. Hann ætlar að labba í gegnum miðuna hjá skafinum. Og Arnar í galopin þrist. Nærði ekki. Þar með líkur þessum þriðja leikhluta og KR-ingar eru komnir 31 stigi yfir, hvorki meira en minna. Staðan 54-85. Það er 27-12 sem þessi þriðja leikhluti fer fyrir KR-ingarna. Já, eins og hann byrjaði vel. Já, og það er líka hvernig bara svo óbærsleitt áhugaleysi hjá í þessum leik. Já, á sama tíma virðast nú KR-ingarnir vera bara í ansi góðum feeling. Já. Konur í svolítið stuð. Og 85 stig hjá Skagamönnum á sig í 3 leikfjörðungum er allt of mikið. Já. Þannig að vörnin okkar er greinilega langt undir því sem hún þarf að vera. Já, þetta er áhyggjuefni, sko. Þeir hafa verið að skora töluvert en þeir eru líka að skora í rauninni töluvert minna en þeir hafa verið að gera í flestum leikjum núna í vetur. Já, þeir voru nánast að pari eftir fyrsta leikluta en annar og þriðji hafa verið óbærslega daprir. Já. Þá koma þeir inn á Þorsteinn Helgason og Jón K. Traustason er að koma inn á hérna í fyrsta skipti í dag. Chas Franklin ennþá, sennilega búinn að spila 30 mínútur. Ég man ekki eftir að það farið út af allavega. Nei, ekki heldur. Ólafur í þristinn, beint onni. Þess að ég segi, þeir eru að hafa gaman að þessu og það er allt að detta hjá þeim. Chas fer í þristinn, hittir ekki, jú, hann hittir víst. Já, þetta var... Og þá fer Jóhannes í þristinn, villa dæmd á Ólaf. Já, Jóhannes var hérna, tók ansi langan þrist hérna. Þótti nú ekki tiltöku mál hérna á sínum tíma þegar bróður hans Lárus var að gera þetta. Pálmi hérna einn á körfuna, klárar auðvitað með hægri. Þeir eru búin að fá nokkra svona í dag. Já, þetta er ekki gott fyrir okkar Skagamenn að þeir séu langfyrsti fram í hraðaflug. Nei, Þorsteinn með fínt frákast. Hjalti fær hann annars séns hérna. Hjalti með Finn í grillinu. Fínt frákastur Sindra, Þorsteinn út á Chas. Chas leggur á stað. Finnur stilur á hann á boltanum. Ólafur kemur á ferðinni. Skiptir yfir á Guðmund. Aftur yfir á Ólaf og þá er bara galop í skot og það er beint onni. Ég væri til í að sjá ef við hefðum tölfræði yfir skoraðar körfur versus tilraunir hjá Ólafi. Hann er með flotta nýtingu hérna. Þorsteinn klárar þetta vel, flott sending frá Hjalta. Pálmi finnur Jóhannes. Jóhannes út á Ólaf og hann er galopinn sem fyrr hittir ekki. Pálmi reynir að blaka frákastunni en það fyrir bara beint á Jóhanna Kalla. Sindri gerir þetta virkilega vel og klárar. Þetta er ekki gott. Munurinn 30 stig. Já, Pálmi með skotið hittir ekki. Jæja, þetta er aðeins kannski að þetta gæti snúist aðeins við. Sindri flott skot.
og beint í 12 stig komin að Sindra, 4 hún í rauð á stuttum tíma. Já, þeir gætu kannski markmiðið væri nú kannski að klára þennan leik með sæmilegum sóma. Pálmi í skoti, hittir ekki. Og Jón Karl með frákastið. Chas komin hérna inn fyrir Sindri eina fyrir enn. Klárar snirtilega, flottu kapli núna hjá Skagaliðinu. Verður að segjast. Já, ég vil sjá það bara keyra á það núna. Það er láta á Káraugin hafa fyrir mig. Káraugin er ekkert að þurft að hafa fyrir þessum leik. Ekki neitt. Nei, nú eru þeir komnir í 3 stiga keppni. Hjalti með frákastið. Og ef þeir hætta að hitta, þá Sindri missir að þessari sendingu. Þá koma Ellert og Skarphéðinn og Ólafur fer út af og Pálmi. Ólafur er ekki sáttur. Nei. Hann var búinn að klikka 2 í röð, sko. Dómar þjálfarnum fannst það mikið. Já. Villa dæmt. Ég held að þetta sé önnur villan að sjálta. Þannig að það er enginn inn á vellinum í villuvandræðum í hvoruðu liðinu. Guðmundur. Ná Jóhannes finnur Finn. Hann tekur eitt á lyklinum og skorar. Chas fær frýtt skot, hittir ekki. Sindri í baráttunni frákastið. Fær hann aftur síðan hérna upp í þristinn, hittir ekki. Það tveggjast það til hann sennilega. Ellert á Guðmund. Finnur á auðum sjó. Já, það vantar líf í þessa svæðisvörn. Já, heldur betur. Menn að finna sér alltaf opinn pláss. Sindri er ekki að grípa þessi sendingur á Chas. Nú sveiflast pendullinn með káringum. Gunnar Jóhannesson kemur inn á fyrir Jón Karl. Og Elvar kemur inn á fyrir Steina. Þorstein. Fín innkoma hjá Þorsteini. Já, 2 stig og 3 frákast. Það er ekki að maður rétt á réttur mínútu eða 2 hvað það var. Já, svo má aldrei vanmeta gæði hindrana sem menn setja. Lítil tölfræði til slíkt. En boltinn gengur sem fyrir vel hjá Káringu. Jóhannes í þristinn, beint í. Þeir að nálgast 100 stigin. Jó, Sindri fyrir skotið, hittir ekki og Villa dæmt á Ellert sennilega. Hjalti fær hann úr innkastinu, Sindri á Gunnar, hann á Elvar. Elvar finnur Chas. Chas leggur á stað og fær Villu á Ellert. Og væntanlega 2 víti. Jájá, fyrra vítið dettur. Ég held að það er ekki Chas eini skamaður sem búinn að taka víti í þessum leik. Ég man ekki hvort að Hjalti hafi einu sinni fengið svona end one. En ég Vildir allavega vera mjög ekki, já. Jóhannes í galopi skot, beint í. Fekk hérna mjög smekklega hindrun frá Finni. Og Chas klárar þetta í erfiðri trafík og skorar ekki. Skarphéðinn
Guðmundur sver síðan í þristin, hittir ekki. Sindri, hann leggur á stað og frábær vörn hjá Finni, stalboltan bara úr höndunum á honum. Jóhannes beint í þristin, hittir ekki. Hann var búinn að vera að setja nokkur. Sindri í erfiðu færi, þeir eru tveir saman hérna Skagamenn og ég held nú að Káningur hafi ýmislegt til síns máls þarna, en Hjalti skilar niður þriggjastiga körfu 101-70. Finnur út í hornið á Jóhannes og hann tekur þristinn, heitir ekki. Hjalti með frákastið fram á Sindra. Sindri á móti Finni, hann fer í stökkskotið, heitir ekki. Elvar með frákastið aftur út á Sindra. Sindri aleinn, heitir ekki. Finnur með sterkt frákast. Nú Jóhannes má klikka tveimur í röð, þannig að ef allt er eðlilegt þá er hann tekinn út á. Já, Skarphéðinn fyrir þristinn, hittir. Og Jóhannes við það að stela hana innkastinu. Valdimar kemur inn á fyrir Hjalta og Finnur og Jóhannes, já, það var eins og þú sagðir. Hann fer út af og Ólafur og Pálmi koma aftur inn á. Tjas, það er ekki mikil hreyfing á boltanum í þessari sókn. Elvar með slaka sendingu sem að Ólafur stelur. Þá er þeir 3 á 1. Ólafur hleypur út fyrir og róar þetta niður. Guðmundur og Ellert í þristinn. Nei, jú, þristur var það. Þristur var það. Já. Það vantar ekki stigaskorið í annarri deildinni, það er nokkuð ljóst. Tjas í einhverjum kröppumdansi hérna. Gunnar fær hann og skotklukkan rennur út áður en hann klárar skotið. Á hoppinu Gunnar því að hann setti þetta niður og gæti ekki verið fljótar en þetta. Nei. Ólafur galopinn fyrir utan þriggjastigalínan í horninu og setur enn eitt skotið niður. 110-70, 40 stiga munur. Tjas leggur á stað, vantar þá hjálp. Heppinn hann að fá aðstoð við að byrja að dribbla aftur. Með sendingun á Elvar sem hann finnur Sindra og hann setur það niður. Sindri að eiga flottan leik í dag. Já, komið 16 stig. Ólafur og Ellert, hann á Skarphéðinn. Skarphéðinn missir boltan, honum er stolið frá honum. Sindri, hann vill klára sjálfur, þeir voru 3 á 1. Hérna þurfum við að gera betur. Pálmi á Skarphéðinn, Ólafur í horninu og enn einn þriggjastiga karfan hjá Ólafi. Hann hefði greinilega gott að setjast á bekkinn aðeins. Það komið 27 stig og hann á örgleitt að setja reyna veitrist en að fara í 30. Já, Tjas svarar með þristi hinum megin. Hann komið 21 stig. Skarphéðinn. Hann langar ekkert að láta Ólaf á boltan, hann að kemur hann á Ellert, hann á Pálma, hann stígur á línuna, fær bara 2 stig. Já. Tjas í snöggan þrist, hann er á langur. Skagamenn taka frákastið, Sindri út á Elvar. Elvar í skotið, hittir ekki. Gunnar í mikilli baráttu þarna við Guðmund sem að hefur betur. Kemur hann á Ólaf, hann á Pálma. Pálmi fyrir þristinn og það er hann í. Þetta er skotsýning í boði KRB. Já, þetta er ótrúlega þriggjastiga nýting í þessu liði í dag. Það væri alveg þess virði að renna yfir upptökuna aftur til að
sjá þessa tölfræði. Valdimar í skotið, hittir ekki. Gunnar með frákastið, skilar því niður og klukkan stoppar ekki. En það voru einar 5,4 eftir þegar að boltinn fór honi, held ég. Sjáum 5,9 og það er spurning hvort þeir geta nýtt bara skotklukkuna, en KR-ingar gætu náð að bæta við hérna, rjúfa 120 stiga múrinn. Já. Og eitthvað segir mér að þeir skotið sem þeir reyna verður 3 stiga skot. Já, ég verð hissa á öðru. 6 sekundur á 5,6 endaðir í. En það er nokkur nærri lagi. Og þeir ætla að taka hérna bara, ég ætla að taka svona Leitner-shot. Guðmundur, hann ætlar að taka eitt fyrir aftan miðju og hittir ekki, en leiklokið 118-77. Sigur KRB hérna aldrei í hættu í rauninni og við endum þetta bara rétt á því að fá svona helstu tölfræði í boði Hannibals Haukssonar. Já, það er kannski helst að Ólafur Ægisson er stigahæsti maður vallarins með 27 stig í dag og það eru 6 leikmenn KR-ingar sem gera 15 stig eða meira. Það er nokkuð gott. Hjá Skagamönnum er Chess Franklin stigahæstur með 21 stig, Sindri með 16, Hjalti 13 og Arnar 12, Ragnar 9, Þorsteinn, Gunnar og Aron með 2 stig. Já. Það er kannski það svona bjarta sem við tökum út úr þessu leiki það að Aron kemur svo blað með 2 stig og 2 frákast. Já, það er verðt að minnast að Finnur Magnússon er með 2x2. Já, 16 stig og 11 frákast. En fróðlegu leikur, gaman að sjá gamla kempur spila körfubolta hérna á Akranesi. Þetta eru leikmenn sem fóru flestir á mis við það sennilega að spila á Skaganum þegar þeir voru upp á sitt besta. Það er sennilega þess vegna sem að þeir ná að manna þetta lið hérna í dag. Þeir langaði bara að spila hér. Já. En við förum að segja þetta gott hérna úr bíflugnabúinu á Vesturgötu. Örn Arnarsson heiti ég, með mér í lýsingunni Hannibal Hauksson. Ég þakka honum kærlega fyrir velunnin störf. Já, takk fyrir mig. Og Ingimar Elvar Ágústsson stjórnaði þessari útsendingu. Á myndavélinni var Arnar Óðinn Arnþórsson. Þangað til næst, þá minni ég ykkur á það sem og endra nær að við eigum öll bara eitt líf. Takk fyrir okkur.